Verið velkomin í Leikjadóm hér í Game TV og þessu sinni það leikurinn Call of Duty Infinite Warfare. We're on final approach. Roger 6, you're clear to land. The Aegis guns. They appear to be tracking our fleet. SDF destroyers inbound! All stations, shots fired! Hold up! Hold up! Í Call of Duty Infinite Warfare fara leikmenn í hlutverk flugmannsins Nick Reyes sem er svona orustu game flugmaður en leikurinn gerist í fjarlægri framtíð þar sem að jarðarbúar eru búin að færa út kvíarnar ekki bara á jörðinni lengur heldur eru farnir að svona búa á hinum ýmsu plánetum. Nú, í upphafi leiksins eru menn sendir í svona eitthvað svakalega leiðangur til að eyða einhverju vopni og skoða einhverju hluti og þá koma náttúrulega illmenni til sögunar sem að ætla að gera okkar góða manni, Nick Reyes, einhvern óskunda og eru að því allan leikinn. Þetta er bara klassísk saga, bara góðum versus slæmir og það er hann Kit Harington sem að leikur Jon Snow úr Game of Thrones sem að leikur aðal illmennið en þeir eru bara að reyna að rústa öllum fyrir ætlunum góðu gaurana. Og í byrjun leiksins þá tekst þeim það, þeir rústa öllum flota jarðarinnar nema örfáum skipum og þar fer Nick og hefur sitt ferðalag sem náttúrulega bara gengur út á það að slátra illa aðilanum og svo sem kannski ekkert frumlegt eða nýtt í söguþræðinum. Þetta er þessi klassíska saga af good versus evil. Nú spilurinn í Call of Duty Infinite Warfare er eiginlega þríþætt. Það er í fyrsta lagi söguþráður leiksins sem að þú ferð í gegnum þessa sögu sem að ég lýsti aðeins áðan og þar er maður bara sem þessi flugmaður, maður getur levelað upp, maður getur fengið ný vopn, maður getur ráðið hvernig svona weapon kit maður fer með út í bardagana, maður getur valið hvað röð maður fer í verkefnin, þannig að það er svolítið svona aðeins meiri frjálslyndi í söguþræðinum heldur en áður. En á sama tíma þá dettur hann svolítið niður því að maður er svolítið að eyða tíma inn í geimstöð, flakka á milli, velja vopnin og svona kemur svona smá letdown í það, en söguþráðin er hins vegar algjör svona blockbuster Hollywood söguþráður þar sem allt er að springa og allt í bullandi látum með fullt af þekktur leikurum og svo framvegis. Þannig að hann er eiginlega svolítið ásinn í leiknum í ár og mjög góður. Nú annar partur, eða partur 2 í spilinu er Zombie Mode. Það er svona back in the 80s þema þar sem að Seth Green er í aðalhlutverki, sá ágæti leikari og nokkrir hérna með honum og þar ertu bara að fara inn í, það er bara thriller og svona 80s soundtrack og ertu að fara inn í eitthvað svona 80s skemmtikar þar sem þú ert að myrða zombies. Það er búið að einfalda svolítið zombie mótið aftur og koma því svona aftur í sína rætur sem er bara mjög gott og allt við það sama þar. Og talandi að hafa allt við það sama, þá er það þriðji þátturinn í spilinu leiksins, það er multiplayerinn. Hann er náttúrulega bara eiginlega allt við það sama. Þú getur valið svona hvernig rigg þú vilt hafa sem að gerir svona spilinu svolítið öðruvísi. Eitt rigginn er svolítið meira svona vera léttur á sér og fljótur hreyfingum. Einn er svona vera þungur og þá vera með meiri armor. Og þriðji er svolítið svona bara alhliða rigg. Þannig að þetta er eftir hvernig þú vilt spila leikinn. Svo er bara að velja úr öllum þessum vopnum og öllum þessum perks og svona eins og hefur verið í multiplayer í Call of Duty áður. Og það er svolítið verið að tala það og ég er svolítið sammála því að multiplayerinn er örlítið bættur frá fyrri útgáfum en er samt að mestu hluta bara eins. Gerist í framtíðinni ný borð en allt mjög svipað. Þannig að þeir sem fíla hann bara eins og hann er ættu að kannski að tékka á þessu en þeir sem voru að búast við einhverju umbyltingu, það er því miður ekki til staðar þar. Nú, grafíkin í Call of Duty Infinite Warfare er bara hreint út sagt stórkostleg. Gaman í söguþræðinum að sjá, þú veist, andlit persónuna lifna við. Þannig ertu með eins og ég sagði hann Kit Harington í einu af lykilhlutverkunum. Lewis Hamilton, Formule 1 ökumaðurinn dettur þarna inn og Conor McGregor. Þannig að það eru svona þekktir aðilar sem detta inn í leikinn hér og þar og ásamt svona öðrum þekktum andlitum úr Hollywood, sjónvarpsþáttum og bíómyndum. Og það er bara gaman að sjá hvernig grafíkin svona ná stemmingunni út í geimnum og sprengingar og læti. Þannig að grafíkin í ár er bara stórgóð, verð ég að segja. Hljóðið og talsetningin í Call of Duty Infinite Warfare er mjög góð, sérstaklega leikararnir skila sínu vel, talsetningin mjög góð, tónlistin er mjög svona epísk og allt svona í söguþræðinum og byssuhljóðin og allt þetta er allt á sínu stað. Þetta er eins og má búast við í Call of Duty leik, ekkert betra, ekkert verra. Þannig að eins og margt við þennan leik í ár, þá er þetta svolítið meira því sama.
Nú endingin á leiknum, ég myndi segja, sögutráðum cirka 6 til 8 klukkutímar, multiplayerin náttúrulega bara endalaus ending og sama með zombie, það bara hvað menn duga lengi þar inni, það eftir að koma náttúrulega DLC pakkar, ef þú kaupið season pass og svo framvegis, þannig að þá getur við farið og aukið við borðin og svona aukið fjölbreytnina, þannig að þetta náttúrulega pakki sem á að endast alveg fram á næsta ár þegar má búast við næsta Call of Duty leik. Nú þegar öll á botni hvolft með Call of Duty Infinite Warfare þá hefur hann margt með sér í ár. Þar má helst telja söguþráðinn, aftur konur í svona góðan blockbuster, hasarfullan söguþráð. En það sem kannski svona veldur mestu vonbrigðum að þeir eru komin lengst út í game, það ekki allir sem fíla það og svo multiplayer og zombie svolítið meira af því sama. En ef við bara skellum þessu saman öllu í eina einkunn, þá ætlum ég að gefa Call of Duty Infinite Warfare 8 í einkunn, 8 af 10. Alls ekkert slæmuleikur ef þú fílar Call of Duty, en ef þú ert að leita ykkur öðru, til dæmis vilji fara aftur í fortíðina sem Battlefield 1 að gera, þá hann náttúrulega þar til staðar, eða bæta við einhvern svona vélmennum og aðeins meira í multiplayerin, þá Titanfall 2 til staðar, en þeir sem fíla bara Call of Duty og vilja sinn Call of Duty, þá eru þið bara í toppmálum.